Emil, flottur leikur í kvöld, þú leist vel til þín taka, finna þig vel hérna á heimavelli? Já, maður er alltaf betra á heimavelli náttúrulega sko, en maður er bara að vera með sjálfstraust og taka skoti það er opið. Hvernig svona staðan á þessu Þórsliði? 1 sigur og 1 tap, það sendir ykkur einhvern veginn þvera og endilanga töfluna í deildinni. Þið hérna að dansa hálfgerðan línudans þessi daginn, með ekki gera mörg mistök. Nei, þetta er bara eins og við viljum hafa það, bara spenna í deildinni og það er bara hvort að blessa. Og þetta er bara baráttu hvernig leik, það er bara slást hvernig stigum, það er bara spurning. Staðan á Þórsliðinu núna, búin að vinna síðustu 2 leiki, finnst þið eiga meira inni heldur en þið voruð að sína til dæmis fyrir áramót, eru að nálgast ykkar svona rétta form þessi dagurinn? Já, við bara, eins og ég segi, við vorum í fullt af leikjum fyrir áramót og vorum með fórustana í flest öllu leikjum og töpuðu niður á síðustu sekundum, eða síðustu mínútum. Nú múum við bara að finna takti núna og fá aðeins meira stopp varnarlega og þá náttúrulega fáum við tækifæri að slúta hinum megin. En að spila á móti svona fysikal liði eins og Tindastóla, það verður svona kannski góð prófraun fyrir framhaldið því að ekki verður róðurinn eitt léttar í deildinni núna með hverjum leiknum? Nei, þeir eru mjög sterkir að undir með 3 eða 4 þarna skýrlega sterka og en ég meina, þetta er bara svona eina þannig liði í deildinni sem er kannski svona rosalega fysikalt en það er gaman að prófa þannig svona fyrir móti svona stóru strákum. Glæsilegt, til hamingju með sigurinn. Takk fyrir.